Jæja, komið sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðvarp Sögu skoðun. Andri Jónsson heiti ég. Já, komið sæl, Ólafur Sig Arnaldsson heiti ég. Hvað segir Ólafur gott í dag? Nei, allt gott, ég er peppað fyrir nýjum þætti og sumarið komið hérna norður eftir. Það er og 20 stig í dag og bara sól og blíða núna á næstunni, þannig að það er fínt og róbúnur er, lesa eins og venjulega. Það er alltaf mitt stóra hobbið að lesa, þannig ég er alltaf gaman að vera hann undirbúa mig fyrir næsta þátt. Já, það heldur manni gangandi að undirbúa sig fyrir næsta þátt. Já, en þú? Það er gott að vera komin aftur hingað í stúdíu. Ég er nú búin að vera hér í útivinnu í dag. Já. Þannig að það er gott að vera komin hérna í hlífuna hér inn í stúdíunni og taka aðeins stöðun á málum. Hvað er að frétta á krossgátu? Ertu duglegur í krossgátunum? Já, ég greip það. Við varst rosa skemmtilegt maður. Svo þegar ég var stopp þá ég mig dró í elfun í þetta líka með mér. Þannig að við vorum að brasi í þessu. Þetta er alltaf mjög gott svona fyrir hjón svona að gera eitthvað saman. Nákvæmlega að lesa krossgátu. Aldurinn maður. Já. Gott föstudagskvöld. Jú. Og það er auðvitað mjög mikilvægt búið við góðum orðaforða en ég held nú að það er nú bara alveg við alla sko. Unga fólki í dag sko. Já, algjörlega. Já, mjög mikilvægt. Ég er enda að leggja mikla áherslu á það með dætur mínar. Ég tala mjög fornt mál heima fyrir. Já. Þannig að dóttir mín sem er 4,5, hún talar mjög gamaldags. Forneskilegt mál. Já, mjög skemmtilegt það sem kemur upp úr henni stundum. Eins og hún talaði það núna daginn sko, ein stelpan í leikskólanum hafi verið rúin. Það var búið að ríja það var búið að klippa hárið, það var alveg stutt. Mér varst það mjög skemmtilegt. Það var svona hitt og þetta segi við hana og hún til þess tala það var blauður eða glúpna. Þannig að ég er mjög gaman að þessu. Það er alveg rétt að krossgátur eru alveg upplæður að auka orðaforðan. Íslenskan er alveg sérstaklega rík. Íslenskan er mjög rík og það sem er áhugavert líka sko, til dæmis ég get ekki dæmi þetta daginn, ég var að spila í appinu mínu, íslenska krossgátur. Það kemur orðið sko, hvað var það, hlunnindi eða réttur, eitthvað svo leiðis, já réttur. Og orðið samheitið við það var sko ítak. Og svo kíkti ég á hvað ítak þýðir. Og þá er þetta náttúrulega gamalt orði yfir sko réttindi sem þú átt í landi annara. Skilur við, þannig ef þú átt land og ég hef einhver ítök í þínu landi. Já. Þetta er eins og gott dæmi íslenskuna sko. Já. Það er svo mikið af svona orðum sem að þú þekkir alveg vegna þess að þau eru í orðatiltækjum. Eins og að hafa ítök í einhverju. Já, nákvæmlega. Þú veist alveg hvað það þýðir. Já. En svo ef þú spyrir hvað þýðir orðið ítak, þá er það pínur svona, þá getur maður kannski ekki svarað því og það er mýmörg svona dæmi, svo þú veist, að brjóti báa, þú veist, hvað er báur? Er eitthvað sem veit það? Já, mitt. Já, góð punktur þar. Veit ekki svo hvað það er? Nei, ég veit það ekki heldur, ég hef aldrei spáðið því. Allavega, ikg.is, tjekkja á þessu. Það er upplagt. Þú ert ekki blauður fyrir þættinum? Nei, ég er það ekki. Ég er ekki að fara að glúpna hérna núna í dag. Mér alveg geta haldið mig við efnið hérna. Hef nóg að segja. Mér liggur mikið á hjarta. Já. Þetta er þáttur númer 124. Við ætlum nú að tala sögu og sagfræðileg málefni í dag. Kannski meira sagfræðileg málefni. Hvað ætlum við að tala í dag, Ólafur? Þú varst nú að lesa áhugaverða bók sem þú ætlaðir að segja mér frá, bækur. Já, ég hef verið að lesa nefnilega töluvert eftir hann John Mearsheimer og Mearsheimer er sem sagt stjórnmálafræðingur við háskólan í Chicago og hann hefur sérhæft sig í svona stórvelda pólitík og þú veist skrifað mikið hvernig ríki haga sér og ákvarðantökur ríkja og náttúrulega sérstaklega stórvalda pólitík, það er alveg bók sem við að taka fyrir ekkert til dæmis The Tragedy of Great Power Politics en við ætlum ekki að tala þá bók, við ætlum að tala How States Think. Já. Sem mér fannst mjög áhugaverð bók þar sem að hann og kollegi hans fara svona í saumana á því og ræða það hvernig
ákvarðan að taka ríkja er. Já. Það hljómar kannski ekki rosalega áhugavert, en Jú, það hljómar mjög áhugavert. það spurning, já. Það sem sérstaklega, mjög sérstaklega áhugavert við þetta er nefnilega, það er nefnilega farið svo í taugadrómur oft þegar ég er að lesa sagnfræði. Já. Og það eru hinur þessi sagnfræðingar sem koma með allan og svona staðhæfingar eins og að hvað maður segja, þessi hafi verið klikkaður eða þessi hafi verið með svo mikla minnumáttakend eða þessi var svo uppfullur af tilfinningum og þess vegna var ákvörðun að taka hann svo léleg og heimskuleg og órökrétt og fáránleg og við sjáum þetta náttúrulega líka í okkar samtíma, ekki að við ætlum að segja fara í sauman á því, en þú veist það svo oft að leiðtogar ríkjaður og sakaður það að vera fáitar eða geðsjúklingar eða klikkaðir eða eitthvað slíkt. Jú. Og það var nefnilega það sem er svo sérstaklega áherslu við þessa bók er þá að Mírsæmer og hann er líka stjórnmálafræðingur sem skrifa bókina með honum sem heit eitthvað Rosato Sebastian Rosato stemmer að þá einmitt vega er að þessu og þeir kalla þetta náttúrulega að þetta segja að þetta séu lélegar útskýringar og í raun og veru að þetta eru lélegar útskýringar, það er engin útskýring hann er klikkaður hvað gerum við með það, hvernig ætlum við þá að skilja söguna, hvernig ætlum við að skilja ákvarðanatökuna trúið því raunverulega að Mao til dæmis hafa einfallega bara verið klikkaður eða Adolf Hitler eða Pol Pot eða hvað það er, jújú, þetta geta leiðtogar orðið klikkaðir, þeir geta eins og Caligula eða Nero en það er mjög ólíklegt og það er sjaldan að það gerist. Já. Og þá er einmitt áhugavert að þeir setja þá einmitt upp hvað maður segja svona ramma til þess að skilja og útskýra ákvarðanatöku ríkja og þeir náttúrulega þá nota mikið hugtök eins og skynsemi og skynsamt ríki trúverðulega kenningar ígrunduð ákvarðanataka þú ert líka með hugtök eins og raunsæðistefna út með valdajafnvægi fyrirbyggjandi stríð frjálslynt forræði stefnumótandi skynsemi allar svona hugtök sem við erum að nota og þá dæma síðan ákvarðanir sem þetta út frá þessu og ég sá þá fyrir mér, við getum talað þá þetta, þú veist, hvað er þú veist, hvað er skynsemi, þú veist, hvað er lógík, hvað er rök og allt þetta gera stutt svona grein fyrir þessu og svo líta á söguleg dæmi. Já. Og það sem er svo áhugavert líka við bókina, það er þessu sögulegu dæmi sem er síðan dæma. Já, þeir taka og beita módelinu sínu á söguleg dæmi í bókinni. Já. Já. Og þá takaði bæði dæmi sko, þar sem var rökrétt ákvarðanataka og svo náttúrulega órökrétt ákvarðanataka því það finnast alveg dæmi það að ríki hafi tekið óskynsamlegar og órökréttar ákvarðanir og þá náttúrulega áhugavert líka að bera það tvennt saman, þú veist, og hver er ástæðan fyrir því eins og bomba Íran. Það er þetta að fara rök fyrir því. Já, mér finnst þetta áhugavert líka út af sko, þú ert að segja sem sagt, how states think og sem sagt, hvernig ríki hugsa og minna áherslu á einstaklingana og það er kannski kemur kannski ekki óvart auðvitað því Mírsæmer auðvitað og þessir stjórnmálafræðingar þetta eru félagsvísindamenn og þú veist og þeir eru að vinna með félagsvísindalegar kenningar í rauninni, það er það sem að þetta fag er í rauninni og náttúrulega Mírsæmer auðvitað er svona frontfígúra fyrir struktúral realisma eða heitir ekki neorealism eða structural realism sem að hann offensive realism hefur líka séð sem er undirgrein sko í því maður getur kallað þetta raunsæi stefnu á íslensku og þetta er auðvitað svona félagsfræðilegu kenningarammi þar sem að þú hugsar sko hvernig þú veist í rauninni að gæsalappa dauðir hlutir í svo samfélög hreyfast og hugsa og framkvæma óháð einstaklingunum í rauninni. En það er samt alltaf einstaklingar sem taka sér ákvarðanir en þeir náttúrulega gera þetta saman. Já en það er ekki þetta samt eins og með félagsvísindalegar kenningar skilur að þú veist einstaklingarnir framkvæma en þú skoðar samfélagið skilur eins og næstu því eins og náttúrulegan hlut skiluru svona félagsvísindilega lögmál
þú veist, lögmál, kenningar hreyfingar í félagsvísindum skilur, þær eru veist, það er aldrei einhver einn einstaklingur sem ákveður eitthvað skilur, það er hluta það samfélagslega hreyfingar skilur. Þetta tengist auðvitað svona sakfræðilegri greiningu þegar við erum og sem við erum oft komið að hérna í hlaðvarpinu áður, þú veist, það er þetta skilur að hversu miklu leyti eru félagslegar eða félagsfræðilegar, þú veist, undirliggjandi ástæður fyrir hreyfingum í sögunni og hversu stórt hlutverk spilar auðvitað einstaklingurinn og þetta agency sem að einstaklingurinn hefur. Já. Og einmitt dæmi þetta kannski svo í raunsæðistefnunni einmitt, já, er að sko að við viljum að þú ætlar að útskýra þess að eftir hvað raunsæðistefnan snýst þetta en það basically auðvitað þannig að ríki haga sér á okkur hátt og svo ertu kannski með leiðtoga sem stjórnmálamaður í ríkinu sem að sko segir eitthvað í kosningabaráttunni skilur og haga sér einhvern veginn inn á við í innanríkismálum með einhverja pólitík, fattaru? Já. Svo leið hann komin í bílstjórasætið hjá ríki sem sjálfstæð eining á meðal annarra ríkja, þá hann bundinn af svo mörgu öðru sem að hann persónulega hefur ekki stjórn á. Já. Og hegða sér þess vegna oft öðruvísi heldur hann að myndi gera sem sko pólitíkus innan ríkisins. En þetta getur komið betra á eftir kannski. Já, bara skjóta eitt besta dæmi svona á setjum tímum, það allir með þegar Obama var að tala við Putin og vissi ekki að mikrofóninn var á og hann sagði Putin að býta eins og geði mér aðeins rými hérna, þú veist, það kostingabart og svona og svo þegar ég er búin að vinna þá er ég mikið frjálsari, þá er ég mikið lausari til að gera eitthvað annað, því það með þetta, þú veist, það nú er alltaf að balansera einhvern veginn og láta gangu upp bæði alþjóðastjórnmálin og innanríkisstjórnmálin, og það er svo margir þættir sem kom inn í þetta. En ef við byrja þess að tala þess að raunsæðistefnu þá? Jú, ég held að það er fyrst að útskýra aðeins hvað það er. Því raunsæðistefnan, grundvallar atrið þar er að í alþjóðastjórnmálum að þá er það anarkist kerfi. Það er anarki, það stjórnleysi í alþjóðakerfinu og það stjórnleysi einfallega vegna þess að það er ekkert vald yfir ríkisvaldinu. Þú veist, það er ekki, við getum talað um Sameinuðu þjóðirnar og þannig, þú veist, Sameinuðu þjóðirnar hrynja leið og ríkin sem eru þar við eitthvað að því. Sameinuðu þjóðirnar til dæmis eru á mörkum þess að vera gjaldþrota núna bara því að Bandaríkin hafa ekki verið að borga í það. Algjörlega. Og Sameinuðu þjóðirnar get ekki þvingað fram neitt. Neitt. Þannig að það er þú grundvallar atriði, þú veist, þetta er stjórnlaust kerfi og það er engin stjórn fyrir ofan það. Og út frá því þá verðum við að miða þá verðum við að haga okkur ákveðin hátt og það sem að sér þá er í þessu stjórnlausa kerfi þá eru ríki megingerendur. Jú, þú þarf alveg bent á Amnesty International og þeir hafa áhrif en Amnesty International og önnur svona samtök Rauðikrossin hafa náttúrulega engan veginn vald á við ríki og ríkisvaldið, þannig að þú veist ríkin eru aðal gerendur í alþjóðastjórnmálum. Ríki eru æðsta sjálfstæða einingin í heiminum. Já, það er æðsta sjálfstæða einingin og aðal einingin sem hefur þú veist mest vald. Stjórnleysi, það leiðir auðvitað til öryggisleysis. Já. Þú veist, það er engin lögregla sem getur hlaupið til, þú veist, það er ekki eitthvað annað ríki sem getur farið til og ef þú gerir það þá ertu náttúrulega bara undir því ríki. Þannig að þú veist, það er stjórnleysi og það er óöryggi. Vald er það sem skiptir langmestu máli og það er hernaðarlegt vald auðvitað en síðan líka, þú veist, efnahagslegt vald eða styrkur, bandalög auðvitað, landafræði hefur áhrif, hitt og þetta, en þú veist, vald skiptir náttúrulega gífurlegu máli og það sem er mikilvægast fyrir hvert ríki er það að lifa af. Og það er, þú veist, það grundvallar atrið, það er að lifa af. Heiður, efnahagsleg velmegun, þú veist, jú, það getur líka verið eitthvað sem spilar rullu, sameiginleg menning eða tungumál og eitthvað þannig, en bara það að lifa af er númer 1, 2 og 3. Algjörlega. Þú veist, þetta er svona kjarninn þá í raunsæishyggjunni og það þýðir þá til dæmis að stríð það er eðlilegt. Þannig séð að sko í stjórnlausu kerfi þar sem að þú ert fyrst og fremst að berjast fyrir því að lifa af, þá er eðlilegt að það eigi sér stað einhver átök. Og þau átökin eigi sér stað vegna þess að ríkin eru í samkeppni við hvort annað og eru fyrst og fremst að reyna að tryggja eigin
hagsmuni og að þau lifi af Einmitt. og vilji þessara ríkja hann oft hvað að segja á huldu, þú veist ekkert nákvæmlega hvað Putin að hugsa, þú veist ekkert hvað Trump að hugsa Nei. þú veist ekkert nákvæmlega hvað þessi ríkiseining að vinna að og það því þá náttúrulega líka að ríki sem vinurinn í dag getur orðið óvinurinn á morgun Já. til dæmis Sovétríkin og Bandaríkin bandamenn í seinni heimsstyrjöld óvinir í kalda stríðinu Já. og svo náttúrulega síðasta þá kannski að það þetta valdajafnvægi að ríkir sem reyna að koma í vekk fyrir það að eitt ríki verður of sterkt Já, og þarna ertu þetta eins og tala um þess að þú veist að nálgast ríki svo eitthvað svona náttúrulegt fenómen, fattaru? Já, þú er alveg sagt það en auðvitað er náttúrulega ríkið samansafn af einstaklingum Já. og það er náttúrulega sem félagsvísindin auðvitað þau eru að skoða samansafn af mörgum einstaklingum Já. og finna út einhverjar hvað hreyfingar þau representera, hvað það gerir En David tekur hann líka fram, þú veist, eins og ákvörðantaka til þessi Sovétríkjánum, þú veist, hvað vildi Khrushchev og ráðgjafar og politbúróið, þú veist, það er ákvörðantakan, eins í Bandaríkjánum, þú veist, hvað gerist í Hvíta húsinu, í Pentagon, þú skilur, einstaklingarnir þar, en auðvitað saman mynda þeir náttúrulega einhverjar heild og auðvitað tilheyra líka áfram einhverju elítu í valda píramítanum. En þetta er náttúrulega þetta sko að það gilda allt önnur lögmál auðvitað á þessu æðsta stígi vegna þess að þar eins og þú segir þetta anarkí og þeir leggja náttúrulega áherslu á það anarkí, þegar við tölum orðið anarkí í daglegu tali auðvitað þá erum við, þetta getur þýtt ýmislegt en þú veist oft það látið þýða sko kaos það þýðir ekkert endilega það í þessu samhengi, það þýðir bara eins og þú segir stjórnleysi, ekkert vald fyrir ofan og það grundvallar atriði þetta því að og tengist svona þessum hugmyndum samfélagssáttmála þetta því að ríki ekkert annað en þessi samfélagssáttmáli það að þú veist hópur af einstaklingum kemur sér saman það að færa einum aðila sitt fullveldi í skiptum fyrir öryggi og frið og þess vegna virkar ríkið inn á við eftir allt öðrum lögmálum heldur að gilda í anarkíinu því inn á við, þar er friður og þar eru sættir og þar getur þú hringt á lögregluna ef þú lendir í vandræðum og þar getur þú leitað til dómara ef að þú ert í lagalegum deilum við eitthvað þetta getur þú ekki gert á topplevelinu segja realistar en mér finnst líka áhugavert við þetta er auðvitað ekkert ný hugmynd þetta er náttúrulega alveg eldgömul hugmynd og tengist og þetta svona heimspekilegir skólar auðvitað og þetta næri langt aftur í fornöld og var nú meira að segja oft talað Thukydides sem einn af þessum fyrstu sagfræðingum sem hefur beitt raunsæi stefnu í sinni sagfræðilegu greiningu þegar hann skrifaði Pelopsskagastríðið nefndið þú ekki einmitt hérna kvótið í hann hvað sagði hann aftur, hinir veiku hvernig var það aftur? Já, hinir sterku gera hvað þeir geta og hinir veiku þólaðar sem þeir þurfa þetta er svona klassísku realismi alveg klassíst þú veist, það er bara realpolitíkin og svo þetta Machiavelli líka sem var að skrifa sem við náttúrulega þekkjum sem þeir verið að tala um Machiavellianskar aðferðir að það sem að markmiðið helgar meðalið og svona sem við myndum kalla Machiavellianskar aðferðir til þess að ná sínu fram sem er kannski í rauninni neikvæður hlutur þegar við erum að beita því á meðal okkar en það sem að Machiavelli þetta var að tala meira í samskiptum ríkja að þar hver maður fyrir sig og það þarf að þetta alltaf að ná að huga sínu einu öryggi og svo framvegis og síðan Thomas Hobbes enski heimspekingurinn og stjórnspekingurinn sem var að skrifa á verða ekki á 17. öld í tengslu við hann rétt eftir borgarastyrjöldina og þann kemur svona oft vitnað í það líka þessa grundvallar hugmynd realismans það sem að þeir í rauninni að yfirfæra hegðun ríkja eða hvað segja, yfirfæra í rauninni frum eðli mannsins yfir á hegðun ríkja að maðurinn í rauninni sem dýr í frumskógar ástandinu sínu að það var manneskjan óörugg
og drifin af metnaði, ótta, löngun til yfiráða, valdagirni og þú veist, og í frumskólamálinu skilur við það sem að það bara every man for himself, sko. Að það getur aldrei treyst í hvað náungin að gera og þú veist ekki hvað náungin að plotta. Nei. Þið getið haft, sko, vinsamleg samskipti svo lengi sem það hentar, en þú getur aldrei verið öruggur það að hann sé ekki fara að koma og drepa þig í svefni til þess að taka matinn þinn. Einmitt. Ef hann þarf á því að halda, og af því að í frumskólamálinu anarki. Já, maður úlfur gegn manni. Já, og það það sem að klassísku realistarnir gengu út frá, að ríki haga sér í rauninni, þau rauninni bara samansafna mörgum manneskjum sem eru búin að gera með sér samfélagsáttmála frið, en fyrir ofan kónginn þar ekkert yfirvald og þess vegna eru kóngarnir í sínum samskiptum ennþá í frumskólalögmáli. Já, einmitt. Og þetta þá einmitt, hvað að segja, þú kallar þetta alveg, þetta mikilvæg kenning innan svona alþjóðastjórnmála, en ekki eina kenningin, frjálshyggjan eða liberalismin líka önnur kenning. Og þeir til dæmis leggja mikið meira áherslu þá á samvinnu, og þá fáum við hugmyndir svo til dæmis að verslun skipti það miklu máli. Verslun hindrar þá til dæmis ekki hindrar ekki alltaf en alltaf takmarka líkurnar á stríði. Klassíst til dæmis, ég man ekki hvað hann hét, hagfræðingurinn sem héldi fram að styrjaldi milli stórveldina var óhugsandi. Þetta skrifaði hann rétt fyrir eða stuttu fyrir heimsstyrjöld. Já, alltaf svona. Og þá benti hann einmitt á að því að það var svo mikil verslun á milli, þú veist, Þýskalands og Frakklands og Austurríki, Ungverjaland og Rússland og allt þetta. Alltaf svona óöppilegi tímar sem menn skrifa eitthvað svona. Það var svolítið óöppilegi tími, já. En eins líka þá að lýðræði sé líka mikilvæg hlutir sem kemur þá í vekk fyrir stríð. Þessi hugmynd að lýðræðisríki ráðast ekki önnur lýðræðisríki. Já. Frjálshyggjan bendir líka svona alþjóðlega stofnanir, alþjóðalög, sameiginlegir hagsmunir og þetta allt þá takmarki stríð og samkeppni á milli ríkja. Mér finnst þetta áhugavert, sko, þarna með idealisman eða, frjálslyndi, eins og Wilson, til dæmis Wilsoníska hugmyndafræðin, collective security eftir fyrir heimsstyrjöld. Til dæmis. Einhvern veginn, þú veist, allir koma sér saman einhvers konar svona, þú veist, samfélagsáttmála eða alþjóðlegan sáttmála og það er þetta gott svona raunsæis dæmi þetta, hvernig það virkar ekki því að þetta leið Bandaríkjamenn hurfu frá því og einangruðu sig skiluru og skildu eftir Austur-Evrópu án öryggistrygginga og svona að þá þetta eru þarna önnur stórveldi sem haga sér eins og stórveldi gera og þú veist og þess að fellur að þeim sjálft sig og í rauninni þetta er að yfirfæra þetta yfir heiminn sko, þú veist, þá þurftur eiginlega að hafa svona ástandi svo var árið þú veist í unipolar tímabilinu Pax Americana þar sem þú væri með eitt stórveldi sem að væri raunverulega heimslögregla eins og þú veist það hefur oft verið sagt að Bandaríkin hafi verið heimslögregla á þeim tíma mér finnst það alltaf svo kjánalegt að segja það því að þetta Bandaríkjamenn það var augljóst fyrir öllum að þeir voru ekkert að haga sér svona einn heimslögregla því þeir fóru þetta bara í strífið þá sem þeir vildu fara í strífið eða ætlaði að vera einhvers konar heimslögregla þá þyrftu þeir að vera eins og framkvæmdavald fyrir öryggisráðið skilurðu það sem öryggisráðið myndi dæma ríki eins og Norður-Kóru eða Íran eða Sádi-Arabíu fyrir mannréttindabrót og svo myndi Bandaríkin gera innrás í þessi lönd sem þau sjálfsögðu gera aldrei að því það þjónar ekki þeirra hagsmunum skilur hvað ég meina en mér langar að bæta við að því vorum að tala þessa raunsæðishugmyndum hvernig hún á rætur sínar í hugmyndunum mannlegt eðli fatturðu, að manneskjan sé dýr í frumskóginum og hegði sér í sínu frumlegasta ástandi eins og villidýr sem hugsi bara öryggi og svona það meikar sens en sko máli að manneskjan er nefnilega ekki bara dýr og þetta vitum við nú allavega annar okkar presturinn jú vegna þess að manneskjan nefnilega hefur líka þetta mennska element sem er sko samvinna samúð skiluru, algjörlega kærleikur og allt þetta skiluru sem að aðgreinir okkur frá dýrunum sko
Já, algjörlega. og ég held kannski að sá armur af mannlegu eðli ratar inn í idealisman. Heldur það ekki? Jú, og þeir náttúrulega vilja þá sérstaklega kannski hampa þeim hlutunum, en svo aftur á móti, mér finnst það svo vel sagt hjá Alexander Solzhenitsyn á sínum tíma þegar hann sagði að línan á milli góðs og íls fer gegnum hjartað á hverju manni, og það átt hann við að manneskjan náttúrulega bæði á sama tíma. Engin er dýrlingur, það er engin sem er fullkomin og rétt eins er engin alvondur. Þú tekið jafnvel sko verstu fantasögunar og þú getur fundið eitthvað gott það að segja. En við tökum það er eitthvað í okkar eðli sem er náttúrulega að passa upp á til dæmis okkar fjölskyldu og okkar afkvæmi. Já, algjörlega. En til dæmis við sjáum það til dæmis í mannfræðinni að fjöldi þeirra sem eru drepnir á hverju ári til dæmis í svona frumstæðum samfélögum er morðtíðnin, já, er margfalt herri hjá allir svona frumstæðum samfélögum heldur til dæmis samanborið við Evrópu í fyrri og seinni heimsstyrjöld. Byrju, morðtíðni í frumstæðum samfélögum er herri heldur en í nútíma samfélögum? Herri í nútíma samfélögum og meira segja herri á tímum eins og fyrri og seinni heimsstyrjöld. Já. Því það er morðtíðni reikna að segja að hversu mörg morð á hverju 100.000 íbúa. Já. Og frumstæð samfélög voru það hryllilega blóðug. Þetta sjáum við það líka til dæmis bara á beinagrindum og steingervingum og slíkt, og svo náttúrulega líka þetta bara sögur eins og til dæmis þegar fyrstu landkönnuðir og trúboðar voru haldast til Papúa Nýja-Gíneu, eða til dæmis hvernig Ástralía friðaði Papúa Nýja-Gíneu. Það voru að tala að það er alveg brjálæðslega há morðtíðin í þessum samfélögum. Þetta er alveg verið gott efni í þátt. Ég náttúrulega man ekki svo tölur núna, en ég veit hvað það liggur fyrir. En þá sjáum við það sko að það er margt til í þessu mannlega eðli og blóðinu og blóðsúthelling og allt þetta, rétt eins og bara morðtíðin og miðöldum var mikið herri en hún er í okkar samfélagi í dag. Og ennþá fremur að þú fyrir ennþá lengar aftur í tíman og fornöldum morðtíðin ennþá herri en hún var á miðöldum og ennþá herri. En er það ekki vegna þess að þetta eru ríkislaus samfélög? Kannski að hluta til vegna þess að þetta eru ríkislaus samfélög, en samt frumstæðir ættbálkar, þar sem þú ertu auðvitað með lög og reglur auðvitað, þá hægt og rólega myndast jú auðvitað einhvers konar ríkisvald sem beislar þá mannlega eðli. Já, en svona frumstæðir ættbálkar, eru þeir ekki eða voru þeir ekki alltaf í stríðum við hvern annan? Jú, en líka morð innan ættbálkana. Já. Þú átt fullt af svínum og nágrannin er afbrýðisamur og þið farið eitthvað að rífast að því að svínin er að fara yfir í garðinn hans og í hitta leiksins þá tekur grjót og lemur hann í höfuð og drepur hann. Mikið mörg svona dæmi. Heldur að konan hafi haldið fram hjá þér, mannfræðin fulla ykkur svona. En ég held að það er auðvitað kannski náttúrulega bara þessu að tala það er ástæði fyrir því, eða þú veist, það er afleiðing og orsök fyrir því að ríkin verða til, held ég. Já, algjörlega. Er til þess að beisla ofbeldi og komi veg fyrir svona, eins og þú segir, morð inn í samfélaginu. Já, og trúabröðin líka spila sko megin rullu þar líka. Það er mjög áhugavert. Já, en það er þetta með þú segir, skiluru, ég konungurinn eða ég ríkið er svo eini sem má drepa hér. Og svo tekur það nokkrar aldir að festa það í sessi. Já. Og þetta er við ennþá þetta með þannig að það er þetta framinn morðu þetta í nútíma ríkjum, en það er miklu meira beisla og það er þetta afleiðinga við því og svo framvegis. Og þá sjáum við þau getur þá hort á, þú veist, hvað að segja, þróunina, þar sem að í dag erum við þá búin að komin á það stig svona almennt, það sérstæðilega hún vestræna heimi, er að ríkisvaldið er komið með gífurlega einokun á ofbeldi, en þá stoppar þetta síðan hjá ríkisvaldinu. Þú veist, vegna þess að ríkið er æðsta einingin og það er ekki eitt alríki yfir öllum sem getur þá mögulega að stoppa stríð sér á milli ríkja, vegna þess að í mannlegu eðli þá brýst þetta fram þegar leiðtogar taka ákvarðanir eins og Khrushchev eða Kennedy eða hvað það er. Það mun aldrei verða heimsfriður í rauninni fyrir þú ert komið með alheimsríki.
Já, og meira að segja það stór spurning hvort að hægt sé að koma á alheimsríki vegna þess að það náttúrulega sé að aðrir þættir sem koma líka inn í þetta en engu að síður þannig að á meðan að þessi frjálslinda sín og draumar eru það einmitt að leggja ofur áherslu á þessa samvinnu hæfni mannsins og samkennd og samúð og allt þetta og þannig sé það þú veist betra líkan fyrir alþjóða stjórnmál og þannig getum við útskýrt hvernig ríki hefða sér. En mér finnst þetta áhugavert sko við erum í rauninni við erum öll frjálslynd sko við viljum vera það af því það er í rauninni rétt góða skoðun, skilur hvað ég meina þú veist þú vilt lifa í heimi sem þú getur sagt í rauninni að frjálslyndi sé bjartsýn leið til þess að horfa heiminn á meðan sko realismin það hefur legið honum auðvitað að það sé svartsýn leið til þess að horfa heiminn skilurðu og ég held að þetta er svo að því við erum að tala um Mírsæmi náttúrulega þetta þú veist hann er auðvitað umdeildur í dag og hann er auðvitað það kannski ekki tilunum að við séum að tala um hann núna auðvitað því hann hefur auðvitað verið mikið umræðinni mjög svo síðustu mánuðu ár út af því hvað hann hefur verið að segja Úkraínustríði vegna þess að hann hefur verið að bera fram sína félagsfræðilegu kenningu það hvernig ríki haga sér á meðan idealistarnir horfa á heiminn sem gott og vont og þá passar það ekkert við þeirra sín á heiminn nei. Og þess vegna þetta hefur legið á því að fólk sem hefur verið að halda uppi rökum Mírsæmis að það fólk hefur verið sakað að vera pútinistar og allt þar fram til göttunum þetta í kommentarkerfunum á Facebook og svona algjörlega skilurðu en það sem var svo áhugavert að hún Ayn Rand sagði það á sínum tíma að þú getur alveg snúið baki við raunveruleikanum en þú getur ekki snúið baki við afleiðingum þess að snúa baki við raunveruleikanum og ég til dæmis auðvitað væri dásanlegt að liberalismin myndi virka og allir getur bara verið vinir en ef þú horfir á söguna og alþjóðstjórnmálin eins og í dag þá segi ég allan og get fært góður upp fyrir því að það þessi raunsæishyggja sem það sem passar best sem útskýringamódel eins og til þess með Mírsæmi hans módel passar mjög vel við Úkraínustríðið og útskýrir það mjög vel og þá skilur maður svona þess vegna þetta gerast þetta meikar alveg sens algjörlega og ástæðan fyrir því að fólk að þú veist gagnrýnan það vegna þess að fólk skilur að taka afstöðu ideológiska afstöðu og segir skilur það objektíft gott og vont í þessum heimi hið góða lýðræði og frjálsviðskipti og hið slæma einræði og aggressjón og þú getur haft forsetaframbjóðendur í Bandaríkjunum sem myndu tala á þessum nótum en leiður eru komnir í stólinn þá þetta þurfa þær að fara að huga að sínum stórvelda hagsmunum og þá eru þau beislaðir af þessum kröftum sem að Mírsæmi náttúrulega bara að greina. Mírsæmi ekkert að taka hennar pólitíska afstöðu í þessu máli finnst mér. Mér finnst algjörlega ósanngjarnt að saka hann eða fólk sem að vitna í hann einhvers konar defetismus skilurðu. Að því til dæmis hann auðvitað fyrir hann styður auðvitað lýðræði og mannréttindi og öll þessi frjálslyndu sjónarmið. Hann náttúrulega fættur upp alveg í Bandaríkjunum og villu auðvitað sjá hann sem mest frjálslyndi í heiminum. En hann aftur móti bendir á að heimur virkar ekki þannig því það ekki allir sem vilja það sama og vegna þess líka þú ert með þetta stjórnleysi og þú ert fyrst og fremst með ríki að berjast fyrir tilveru sinni og í stöður í samkeppni og það þýðir þá að þegar eitt ríki eins og Bandaríkin fara af stað og ætla að dreifa þessu lýðræði sínu frjálslyndi og öllu þessu við lítum á sem góða hluti og við viljum auðvitað þá mætur öðrum samfélögum sem vilja ekki þessa hluti. Og þá byggir það upp andstöðu og þessi ríki meira sem kannski byrja að vinna saman til þess að balansera Bandaríkin eins og við sjáum til dæmis með Rússland, Íran og Kína sem enga veginn eru náttúrulegi vinir, langt í frá. Þegar stjórnmálamenn tala upphátt þá eru þeir idealistar og það gildir eins í Bandaríkjamenn eða Evrópumenn eða Sovjetmenn, ég meina þeir töluðu þú veist kommunismann og hinn alþjóðlega
marxisma og eitthvað svoleiðis út á við, fattaru þeir voru að ráðast inn í Afganistan til þess að stoppa framrás kapitalismans þar eða fasísku aflana en auðvitað voru það bara þeirra stórveldis hagsmunir skilur og stundum fara auðvitað idealísk frjálslynd eða hvað ég vil segja idealísk vegna þess að þú veist frjálslyndi auðvitað bendir okkur svolítið við vestrænt frjálslyndi sem auðvitað aktuelt í okkar heimsluta í dag en þetta gildi líka bara þú veist hvaða hugmyndafræði sem þú beitir fyrir eins og þá gott dæmi auðvitað Sovétríkin sem fóru ekki með frjálslyndi kannski í farabróti heldur kommunisma stundum fer þetta saman algjörlega eins og til dæmis ég meina Bandaríkjamenn í Víetnam geta alveg sagt að þessi að berjast gegn kommunismanum allt í góð með það og auðvitað besta dæmi allir seinni heimsstyrjöldinni að þú veist þar auðvitað fór idealismin og raunsæðið náttúrulega alveg hönd í hönd valda öryggishagsmunir og baráttan fyrir réttlátum heimi gegn ofbeldi. Svo getum við líka nefnt á að því varst líka að tala Sovétríki svona kannski það eru fleiri svona hugmyndir í alþjóðastjórnmálum en maður getur náttúrulega líka nefnt náttúrulega marxíska skoðun og svona þessar hugmyndir sem spretta kannski upp úr marxismanum sem vilja þá öllum að slíta á það sé fyrst og fremst út kapitalismin og stjættabaráttan til dæmis eða heimsveldið arðrán og svona efnahagslegir struktúrar að þetta séu megin atriðin sem stýra alþjóðastjórnmálum og það er mikilvægt að halda líka til haga að Mírsæmir og fleiri svona realistar að segja þú veist, jú stjætt og stjættabarátta og slíkt skiptir máli hagfræði skiptir þetta máli en ríki fyrst og fremst að berjast fyrir öryggi sínu og valdi einmitt þannig að þú veist það er alltaf það sem er í fyrsta sæti það trompar það alltaf já. Og fyrir mitt leyti líti á þetta sem mjög skynsamlega hugmynd sem er nú að gera mjög vel grein fyrir heiminum eins og hann af hverju brjótast út átök hverjir að berjast hvernig hafa átök í sögulegu samhengi verið af hverju voru línundan þetta af hverju valdi þetta ríki að gera svona og hinsegin og svona nú erum við búin að fara auðvitað svona í gegnum grunninn þá hvað þessi raunsæðishyggja og slíkt síðan þá næsta stig þá að líta á þess að þú veist hvað skynsemi í öllu þessu en það síðan líka lykilatriði hjá þeim að þeir líta náttúrulega sér svo á að ríki almennt eru skynsamlegar einingar eða að þetta valda ákvarðanir eru skynsamlegar almennt og þá auðvitað setur hann líka upp þú veist það er náttúrulega ákveðin forsendur og svo náttúrulega þarf maður að gera sér líka grein fyrir því að þó eitthvað mistakist þá þýðir ekki að það vera óskynsamlegt nei fólk hugsaður oft þannig innrás til dæmis Þýskalands inn í Sovétríkin sumar 41 Barbarossa það var óskynsamlegt og af hverju segir fólk það? Jú vegna þess að það mistókst já en býtu aðeins nú ert þú að dæma þessa ákvörðun út frá upplýsingum sem þú hefur í seinni en leiðtogar 1941 eða 40 höfðu ekki eins innrás Napóleons í Rússland hún var óskynsamleg já, var hún það? Þú veist, ok, aftur, þú ert að dæma út frá einhverju sem þú veist í seinni tímum þannig að það er mikilvægt að hafa það í huga en fremur ákvörðun getur alveg verið skynsamleg og rökrétt en samt verið siðlaus þannig að það er bara það sem stuðar marga með Mírsæmir að Mírsæmir skilur á milli sem hvað er siðferðislega rétt og hvað er kannski skynsamlegt hvað er þjónar hagsmunum ríkisins algjörlega og talar blákalt svona hluti algjörlega og þetta stuðar af því að við lifum í svo tilfinninglegu samfélagi og það er náttúrulega bara efni í heilan þátt út af fyrir sig en í okkar samfélagi í dag það sem er rétt og ránt það sem er rétt það sem mér finnst vera rétt það sem ég finn að sé rétt það er tilfinningarna sem alveg tröll ríða okkar samfélagi Þetta er náttúrulega eins og ég sagði þetta er svona þessi svartsýn þetta er svolítið svartsýnt sko Já, algjörlega, þetta er það og þú veist sem er Mírsæmir sko þú veist, það er hann til með Úkraínustríð og svona þú veist, þá erum við að segja sko þú veist, ok, við sjáum við í Evrópu, þú veist, við sjáum fyrir okkur skilur okkur, við ætlum bara að segra Rússa í þessu stríði og þú veist,
hvar endar það, þú veist, endar það bara með því að þýski Leopold skriðdrekar bara fara hérna inn til Moskvu og festast í leiðinni þar en þá myndi meir sem að benda á sko að þetta hættulegt því að þetta þegar Rússland sem kjarnorkuveldi þú veist komið út í hot þá mun það beita kjarnorkuvopnunum sínum skilurðu. Jöp. Og til dæmis að því þú ert að segja þetta þá verður skjótt þegin ég man ekki, hvað heitir hann? Karkarov kannski hann einn af svona fremstu hvað kallum við þetta stjórnmálafræðingum Rússa, hvað við kemum þá svona alþjóða samskipti og slíkt hann hefur haldið fram alveg frá upphafi stríðsins að Rússland ætti að beita kjarnorkusprengjum og ætti að beita kjarnavopnum sínum til þess að minna Evrópu og Bandaríkjanna það að Rússland kjarnorkuveldi og hann heldur í fram að Bandaríkin myndu ekki svara því Bandaríkin var ekki tilbúin að fórna í New York eða Las Vegas eða hvað það skildi vera fyrir til dæmis Varsjá eða Vilnius Nei. Og hann til dæmis hefur haft meir og meiri áhrif á stjórnmál í Rússlandi og hefur kannski, hann ekki talað fyrir því að þetta taka út einhverja borgum leið en hann talað fyrir því að beita taktískum kjarnorkuvopnum til þess að minna einmitt vestrið á að Rússland kjarnorkuveldi og það liggur fyrir út í varnarmálastefnu Rússlands að ef Rússland byrjar að tapa stríði á rússnesku jörðu og þá beita kjarnorkusprengjum til þess að binda enda á stríðið þess að náttúrulega einfaldlega ekki hægt að sigra Rússa til kjarnorkusprengjan þú veist það stoppar allt til dæmis það ástæða fyrir okkur Norður-Kórea sjálfstæð og aftur móti verið að sprengja Íran í tætlur algjörlega en þetta ekki líka svolítið þetta með sko að af hverju þenjast ríki út af hverju ætti Sovjetríkin til dæmis í kalda stríðinu sko að taka yfir Evrópu þú geti sagt sko til þess að breiða út kommunisman af sko hugmyndafræðilegum ástæðum en þeir myndu þetta ekki gera það nema af öryggis ástæðum sko og það ekki það með sagt að þeir myndi ekki gera það því að ef að Bandaríkin hefði ekki verið til staðar í Vestur-Evrópu þá þetta líklegt að Rússar hefðu sko viljað ná áhrifum í Vestur-Evrópu skilur algjörlega og ég held að þetta sé eins þetta í nútímanum náttúrulega að þegar að Rússar hverfa frá Austur-Evrópu þá verður Bandaríkin að færa sitt vald yfir Austur-Evrópu í stjórnlausu valdakerfi til þess að sko tryggja sem best sína öryggishagsmuni skilurðu og svo þegar Rússar eru búin að ná vopnum sínum aftur þú veist upp úr 2008 eða 2010 skilurðu þá verða þeir fyrir sína öryggishagsmuni að reyna að stíga á bremsuna með þessu útþenslu og svo getur þú séð hvað að gerast með Bandaríkin þú veist, ég menna ef að Bandaríkin eins og Mírsam alltaf að tala um til þess að hann segir, þú veist, að það sem hefur tryggt frið í Evrópu, þetta þú veist, allir idealistar eða frjálshyggju sinnar myndu segja að þú veist, það sem hefur tryggt friðin í Evrópu frá 1945 er samvinnan í Evrópu samstarfurinn til dæmis Evrópusamrunnin sem alveg, þú veist, rétt, þú veist, það alveg einleits að horfa en Mírsami myndi fara rauk fyrir því að sem fyrst og fremst hefur tryggt friðinu þetta yfirvald Bandaríkjanna yfir þjóðunum í Vestur-Evrópu og þá vegna þess að þá ekki lengur anarki á milli Vestur-Evrópu þjóðana þeir eru komin með 1 stig upp anarkið á milli Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna undir þeim ekki anarki heldur friður alveg eins og undir bandaríska levelinu þar eru 50 ríki og þar friður algjörlega eða undir íslenska ríkinu þar eru sveitarfélög og það friður á milli þeirra þannig að aftur á þessu það verður aldrei heimsfriður fyrir þú útkomið með 1 alheimsríki en þá þetta ef að Bandaríkin ætla að fara að draga sig út úr Evrópu og ekki hafa lengur yfirvaldi við því þá myndi Mírsamir fara rauk fyrir því að það myndi bjóða hættunni heim með innanríkis átök í Evrópu vegna þess að verður til vakjúm og þá getur þú þetta sagt að hver ætlar að sjú upp þetta vakjúm eða þetta valda tóm það verður þá annarkvort Rússar sem öflugasti ríkið á svæðinu eða nýtt yfirvald yfir Evrópu sem væri þá sameinað Evrópskt ríki það bara annarkvort eða ný Þýskaland, ný hervætt Þýskaland eða ný Þýskaland
En það þetta svolítið alveg áhverð, þú veist, að náttúrulega NATO var stofnað á sínum tíma til þess að halda rússónum út úr, eða frá Vestur-Evrópu og halda bandaríkjumönnum inn í Vestur-Evrópu og halda Þýskalandi niðri. Já. Og það er náttúrulega mjög áhverð, þá náttúrulega ef NATO fer eða veikist mjög, þá náttúrulega verður til tómarum og það þarf að fylla það með ykkur og Þýskalandi búið að segja að byggja núna upp öflugasta her í Evrópu. Spurning hvað það þýðir. Fyrir árið 2039 svo það ekki. Jú, það tekur langa tíma að byggja. Áhugavert ártala velja. Já, einmitt. Það er mjög góða punktur, já. En þetta það áhugavert. En þá þetta líka, veist, að það verður til valda tómarum og slíkt. Þá náttúrulega síðan, sko, þegar dæma það ríkis ákvörðurinn skynsamlega eða ekki, að þá sett tvö skilyrði fyrir því að það verður trúverðug kenning og síðan verður að vera ígrundu ákvarðanataka og það síðan þá kjarnin og þá dæma síðan ákvarðinu út frá því að hversu leyti trúverðuleiki og báku kenningarnar sem stýra síðan þessari ígrunduðu ákvarðanatöku. En má ég segja eitt? Já. Í tengslu við þetta með Evrópu og Bandaríkin og þetta með að allir, þú veist, að ultimate æðsta hreyfiaflið öryggi. Og þú sér þetta er svo best sko í því sem að gerast í samskiptum Bandaríkjanna og Evrópu núna þessi misterin. Að leið það kemur smá brestur í samstarfi á milli Bandaríkjanna og Evrópu. Bandaríkjanna og Evrópu búin að hafa þetta frábæra farsæla samstarf síðan bara í seinni heimsstyrjöldinni. Og núna er komin smá brestur í það, getur þú sagt. Já. Og sko, leið það gerist að þá fyrir við strax í panikmót og Evrópuríkin fara að hugsa, sko, þú veist, bara herru sitt, hvað Bandaríkjamenn verið ykkur ekki? Frakkar segja, við þurfum að hætta að vera svona háð bandarískum kerfum. Fer bara strax að hugsa þetta. Já. Og Normenn hugsa, skilur, herru við þurfum að kaupa freigátur af Bretum í staðin fyrir Bandaríkjamönnum eða hvað það var. Vopn, þurfum að kaupa vopn frá, þú veist, evrópskum þjóðum. Það því bara, þú veist, leið og það kemur smá brestur í öryggistilfinninguna, þá ferði í panikmót, sko. Já. Og svo, við þurfum ekki að líta þetta lengra en til dæmis bara COVID-árin. Fólk var ekki lengi að fórna frelsi og einstaklingnum og allt slikt fyrir öryggi. Já. Og það bara eitt dæmi, þú getur líka litið á hryðjuverka árásirnar 11. september. Bandaríkjamenn voru strax tilbúin að fórna persónulegu frelsi fyrir meira öryggi í formi nýrra eftirlitsaðila og stofnanar sem voru byggðar upp eins og Homeland Security og slíkt. Já. Seinni heimsstyrjöldin, þegar stríðið við Japan braust út, já, þá var þessum, ég man ekki hvað voru margir, 100.000 eða hvað það 20.000 allan í Japanum, sem var just bandarískir borgarar, margir hverjir, þá var þeim að safna saman og hendi í fangabúðir. Já, bara svona til öryggis. Svona til öryggis, og það lent málið, þú veist, til öryggis, vegna þess að þessar hugmyndir lýðræði og frelsi og allt þetta fíkur út glugganum leið og örygginu ógnað, því miður. Já. Leið og það kemur smá óvissa, þá bara, herru, hvað við gerum núna? Einmitt. Við getum ekki stólað þetta. En herru, ég ætla að segja eitt, í tengslu við þetta. Þú nefnir Japan og þú talar skynsemi. Pearl Harbor. Það hefur nótt verið talað það sem ein óskynsamlegasta ákvörðun sem hefur verið tekin á 20. öld. Jöp. En það mætti nú kannski færa rök fyrir öðru. Og þeir færa rök fyrir því að það hafa verið skynsamlega ákvörðunataka. Já. Og það eru sannfærandi rök fyrir því og við getum tekið það allir eins og case að ég hef búin að skrifa niður hérna með nokkur case. Við náttúrulega náum ekki að fara gegnum öll en það er mjög áhugavert dæmi því það hefur myndið verið svo oft talað það sem rugl og þarna hafi japansk stjórnvöld verið stýrt af tilfinningum og stríðsofsa og einhver heimsvaldastefnu og já, óskynsemi og heimsku. Það sem minnir með það sko, þá eru Japanir sko í stríði í Kína og Bandaríkjamenn eru búnir að setja olíu verslunarbann við þá. Já.
og þá ertu komin út í svona mómenta sem að þú verður desperat sem Japan skilur, þú hugsa skilur við erum algjörlega málaðir út í horn við þurfum desperately olíu sko til þess að halda áfram okkar lífi sem ríki og þá þarf að finna einhverja leið til þess að glíma við þennan Goliat sem Bandaríkin eru og þá myndi maður kannski geta fært rauk fyrir því út frá svona bláköldum realisma hafi þetta verið skynsamlega ákvörðun að þetta var kannski mögulega eina leiðin til þess að stoppa Goliatin. Já, en svo náttúrulega líka út frá því eins og við talaði hérna hvaða hver grundvöldurinn á bakvið þetta. Það til dæmis það að elitan eða þeir sem eru að taka ákvarðunar að þeir ræði saman og í grundi alvarlega hvað möguleika höfum við og það sjáum við til dæmis, skjalasöfnin sína þá kristalltæru. Já. Stjórnmála elitan, herin, flotinn, þeir ræddu málin og það var talað saman, á milli deilda og það var litið á hvaða möguleika höfum við. Það allir með sér eitt. Það er ekki alltaf sem það hefur gerst, en allavegna. Og síðan voru það líka að þú þarft að vinna sem út frá raunverulegum kenningum sem þá byggðar líka á empirisma og hvað var að segja, raunveruleikunum á jörðunniðri. En þeir sem hafa gagnrýnt Japan hafa oft haldið fram að þetta hafi verið óskhyggja og þetta hafi verið einhvers konar stórveldahroki og kynþáttahatur og eitthvað svona kjaftaði en ef þú horfir á allir með aðstæðurnar að þá náttúrulega eins og þú segir sko, Japan náttúrulega fast í stríðinu í Kína sem get ekki bundið enda á þeir hafa ekki burði til þess að leggja undir sig Kína, þeir geta heldur ekki dreigið sig út og sætt sig við niðurlægingunum þar, þannig að þeir eru fastir í Kína. Sovjetríkin voru stöðugt að eflast í Austur-Asíu og Sovjetríkin auðvitað höfðu verið að vega að japanska ríkinu og jafnvel, þú veist, byrja svona árásir og slíkt eins og voru svona landamæra deilur þarna. Bandaríkin náttúrulega stöðugt árásargjarnara og eins og þú segir, voru búin að loka á olíuflutninga, voru búin að loka á járnverslun líka. Þannig að það var verið að þvinga, þú veist, það var búin að loka á japanska hagkerfið. Og Japanar stóðu fram með því að þeir áttu olíubirgðir fyrir held í 6 mánuði eða hvað það var. Já. Og líka tengslu við þetta með niðurlægingunum bara skjóta inn þetta þess að með að þú segir að þú veist þeir myndi ekki geta að lifa með niðurlægingunni af því að draga sig út úr Mansúríu að sko þú getur sagt skilur akkur kingið ekki bara þessu stolti og þú veist dragi ykkur út úr Mansúríu og lifi bara í friði þar við Kína en ef þú ættir að hugsa eins og realisti þá myndir þú benda á það sko að í frumskólalögmálinu ef að Japan dregur sig út þá kemur bara óvinnur þeirra í staðinn og tekur yfir Kína sem myndi þá kannski vera Sovjetríkin eða Bandaríkin eða Bretland eða Nýlenduveldin eða Kína sjálft skilur og þar alveg það ógn við Japan. Já, þú myndir veikja stöðu ríkisins og það þýðir það að þú myndir lenda þá í stríðinu seinna meir. Þannig að sko og þeir höfðu náttúrulega, þú veist, heyrir á þessar kenningar eða kannski fyrst og fremst að þeir sáu náttúrulega hver raunveruleiki var eins og til dæmis að Japan þurftu auðlindir til þess að geta verið stórveldi Bandaríkjunum búin að loka á það var hellingur og olíu í Indonésiu og Malasíu og þar, það sagt var að fara að sækja suður frá ef Japan beið lengur með að ráðast á og hefja stríðið þá veiktist svo sem bara staða japanska Bandaríkjunum þess að Bandaríkjunum voru vígvæðast ennfremur sko snögg árás núna þá Pearl Harbor gat leitt til þess að flotaveldi Bandaríkjanna í Asíu eða í Kyrrahafinu eru þurrkað út ef ekki þurrkað út allavega lamað sem myndi þá gefa einmitt Japanum tækifæri og tíma til þess að leggja undir sig aðrar önnur landsvæði og þetta gæti leitt til þess að hægt væri að semja frið seinna og þá er einmitt líka, þú veist, ok, viltu gefast upp núna án þess að berjast vegna þess að ef Japan hefði dreigið sér til hlés þá hefðu gefist upp, þeir hefðu lýst yfir ósigri þeir hefðu þurft að yfirgefa nýlendur þeir hefðu þurft að hægt og rólega að byggja niður herinn þeir hefðu tapað stríðinu án þess að hefja stríðið á meðan hugmyndin var, ok, ef við byrjum stríð byggjum okkur upp, undirbúum okkur svörum síðan Bandaríkjunum gerum þetta og kostnaðarsamt fyrir Bandaríkin að brjóta okkur og baka aftur semjum síðan frið, þá getum við samið frið frá sterkari stöðu en fyrir Pearl Harbor
og þá þú veist, þó að Japan hafi verið margkvælt veikar efnahagslega séð og allt þetta út og bent á alla þessa hluti þá samt þetta ekkert sko einhver óskikki eða órökrétt þeir draumórar eða eitthvað slíkt heldur þetta alveg skynsamlega ákvarðanataka tekin eftir sko ígrundaðar ákvarðanatökur, þú veist, eftir að þetta búið að velta svo mikið fyrir sér Einmitt. og þá benda þeir einmitt á og þetta hafi verið skynsamlega ákvarðanataka og svo auðvitað siðlaus og allt slíkt þetta alltaf bara hrein valdagaræðgi og svo náttúrulega hryllileg mannréttindabrót og stríðsglæpur og allt slíkt en við verum að reyna að leggja allt þetta til hliðar og horfa bara blákalt á raunveruleikann og ákvarðanatökuna og þú getur auðvitað flash forwardað náttúrulega til Hiroshima og sagt skilur það siðlaus aðgerð gjörsamlega viðbjóðslegt hryðjuverk bara en skynsamlegt út frá vel ígrunduðum bollaleggingum algjörlega í Bandaríkjónum þeirra öryggishagsmuni ekki gagnvart Japanendir heldur náttúrulega gagnvart Sovétríkjum og það sem svo áhugavert fyrst við sérstaklega sem þess ákvörðuntöku Japana var að sko Japanar gerur svo fyllilega grein fyrir þeir geta ekki unnið þetta stríð og Yamamoto með sagði sjálfur flóttafóringi ég get valdi óskunda og djöflast og eðalagt fyrir þeim í svo marga mánuði eða hvað hann sagði svo þetta búið en þið verðið að semja frið á endanum og svo náttúrulega líka mikilvægt að hafa það í huga að þú veist að Japan var ekki sama alræðisríki eða einræðisríki svo Sovétríkin eða Þýskaland það var alveg takmarkaði lýðræði í Japan og kostningar og slíkt og að herinn og flotinn hefði gífulega mikil áhrif þetta og það náttúrulega annað stjórnarskráin og gölluð og slíkt samanborið það að þú gast ekki mynda ríkisstjórn nema þú hefðir flotamálaráðherra eða varnarmálaráðherra sem var samþyktur af her eða flota og það þýddi þá í raunveru að þeir höfðu alltaf neitunarvald gagnvart stjórnmálumörunum en engu að síður, þú veist að Japan hafi verið einhvers konar alræðisríki en náttúrulega kolránt, það var það alls ekki þetta sjáum við það, þú veist, stjórnmálumennir og herelitan voru ræða málin saman til þess að reyna að komast að niðurstöðu og ákveða hvað þau var að gera í þessu og það náttúrulega og fyrir sko þjóðis og Japan stórveldi sem var búið að sigra hvert stríðu eftir öðru og búið að leggja undir sig Kóri og Manchúríu, stórhluta Kína, Tævan Indokína og hafði burði til síðan að leggja undir sig Indonésiu, Malasíu, Filippseyjar og slá út stórun hluta Kyrrahafsflota Bandaríkjanna fyrir svona stórveldi var náttúrulega óhugsandi að sætta sig við að bara gefast upp án þess að berjast Þetta náttúrulega út frá kenningunni realisma eða raunsæði þá þetta segja þeir sko ríki þurfa líka alltaf að til þess að tryggja öryggi sitt sem best og út af þessari eilífu togstreit á milliríkja að þá þurfa þau svo er orðað sá sem er hegemón, sá sem er á toppnum hann þarf að sýna vald sitt til þess að aðrir ögri ekki valdinu þess vegna þarf Bandaríkin reglulega að minna á hversu öflugir þeir eru skilurðu, og þeir þurfa að sýna þeir þurfa, getur þú sagt ef allmins aðgerðin í Íran hefði heppnast vel þá er þetta að sýna Rússum og Kínverjum hvað við getum og eins með þá minni stórveldin sem eru svona í úrvalsdeildin en ekki á toppnum þau þurfa alltaf að vera að ögra hinum til þess að vera ekki valtað yfir á líka eins og þetta með svo Rússland og það er sumir færa rauk fyrir því að Rússlandin þurfa að minna meira á að þeir séu kjarnorku stórveldi en síðan þetta með þessi klassísku realistar sem að því að realismin er ekki í sjálfu sér utanríkis pólitísk stefna, hún er náttúrulega bara félagsfræðileg greining á hegðun ríkja og hegðun mannlegra samfélaga auðvitað hefur henni verið beitt í utanríkis pólitískri stefnu kannski ekki alltaf upphátt eins og ég sagði að þú vilt ekki að því hún er svo svart sín skilurðu, þú vinnur ekkert kostningar með raunsæði stefnu skilurðu, nei þú vinnur kostningar með idealisma og frjálshyggju og friðartali og þú veist, og þessu góða þessu jákvæða, skilurðu og það er auðvitað alltaf þannig að þú veist, við þurfum alltaf að klæða aðgerðir ríkisins í
við þurfum að segja sögur, við búum til sögur auðvitað. Bandaríkjumenn fara í stríði í Víetnam, skilur út af öryggishagsmunum Bandaríkjanna, skilur, en síðan þurfum við náttúrulega spunameistararnir allir og það er ekkert eitthvað sem ákveður, skilur, bara samfélagið, skilur við þurfum að búa til söguna, af hverju eru við í þessu stríði frakkar í fyrir heimsstyrjöldinu að búa til eitthvað sögu til þess að sannfæra hermennina af hverju þeir voru að fara út í kjötkvörnina og einstörstu þjóðverðir að gera það sama og við sjáum það núna í baksýnisspeglinum að þetta var fáránlegt og þetta er þetta léttara þegar þú ert með svona aðeins nærtækari dæmið þetta eins og hugmyndafræðilegu baráttur sem okkur finnst auðvelt að klæða í búning góðs og íls eins og frelsi versus lýðræði, vestrænt lýðræði versus kommunismi eða versus nasismi til dæmis en á hinni liðinu þurftu líka búið til sögur það voru líka spunameistarar í Sovjetaríkjunum sem byggu til sögur af hverju eru við að fara ráðast inn í Afganistan til dæmis eða Japanir þurftu að búið til sögu af hverju eru við að ráðast inn í Kína til þess að skilur réttlæta skilur og svo hitt þetta með sko sem þú nefnir með Japan og halda áfram í stríði til þess að semja frið setna þetta sé hluta strategíunni því það er það sem þessir gömlu klassísku realistar sem að kannski beittu realismanum meira kannski ég veit ekki opinberlega eins og auðvitað klassíska dæmi frægasta dæmi þetta er náttúrulega Bismarck skilur með realpolitíkina sína skilur eða Richelieu til dæmis í Frakklandi sko og sú kynslóðina gesalappa þú veist 19. öldin og þar Clausewitz sem talaði til dæmis að þú veist stríð er bara ein leið til þess að framkvæma pólitík og eins er þá þú veist að semja frið er þá líka ein leið til þess að framkvæma pólitík skilur en að búið til verslunarsamning greiðasamning bandalög, það er líka leið til þess að búið til pólitík. Allt er þetta bara leið til þess að lifa af og tryggja öryggi sitt, skilur, stríð líka. Og svo aftur á bóti er sér svo áhverðið að sjá með Japan, nema hvað þeir eru þetta misreikna sig, þannig séðu og segir og lítur á það að þarna í seinni heimsstyrjöldinni voru náttúrulega komin aðrir tímar þar sem að stríði var allt eða ekkert. Það voru líka komin inn í þennan rosalega tilfinningatíma, það voru óhugsandi fyrir Bandaríkin að semja við Japan, eins og óhugsandi að semja við Þýskaland. Það varð að slá sér ekki algjörlega út og það sem er mjög svo áhugavert síðan að sjá er að það sem gerist á þetta er að Japan er slegið út og gjör sigrað Bandaríkjum með leggja undir sig forma Japan á ný og skapa Japan á ný eða svona í eigin mynd og þú sér það allt frá því til þess að hafnabolti er vinsæll í Japan stjórnarskráin er mjög litu af bandarísku stjórnarskráinu og svona og svo það sem að gerist, þú veist að þetta með efnaðarsamstarfallanir þá var Japan byggt upp aftur en það sem er svo áhugavert það sem gerðist síðan á 10. áratugnum þegar að Japan var farið að ógna Bandaríkjunum of mikið efnaðarslega séð og Japan alltaf var næstasta hagkerfi í heimi miðbær Tókjó var verðmætari en allt Kaliforníu fylki og hvað gerist þá? Þá gripu Bandaríkjumenn inn í neittu Japanin til þess að fella gengið ef mann rétt allavega neittu þá til þess að koma á nýjum samningum og breyta viðskiptaumhverfinu sem leiddi til þess að Japan staðnaði og það hefur ekki verið hagvöxtur í Japan síðan á 10. áratugnum og Japan er alltaf ennþá að súpa seiðið af því en það er það verið engin hagvöxtur í Japan síðan þá algjör stöðnun í japansku samfélagi og það er allir hluti af því af hverju Japan bara almennt er staðnað það er selda fleiri bleiur fyrir eldri borgara en fyrir börn og hálf barnlaust samfélag og allt slíkt og þá sér maður aftur þess að þetta raunsægi og hvernig raunveruleikin er, þú veist að Japan náttúrulega er bara undir hælnum á Bandaríkjunum og er það enn þann dag í dag rétti svo aðrir og það er það áhugavert að sjá, þú veist að þarna er, þú veist, ennþá þegar er komið að hagsmunum, öryggi hvort það sé efnaðslegt eða hagsmunur eða hvað það er, þú veist, þá grípur stórveldið inn í og segir, býtu aðeins kallið minn þetta er ósanngjarnt, við erum ekki tilbúin að tapa svona miklum peningi til ykkar, við viljum ekki að þið selja svona mikið japansku bílum á bandarísku markaði þannig að við skrúum fyrir þetta En er ekki þessar heimsstyrjaldir, þær eru auðvitað alltaf ég meina þær eru alltaf afleiðingar af því að valdajafnvægi riðlast og einhver er að ógna þeim sem er hegemón
Þýskaland gott dæmi það fyrir og seinni heimstyrjöld augljósasta dæmi það já. ris Þýskalands og kannski það einmitt ástæðan fyrir því að það var aldrei heitastriðið braust aldrei út meðal annars út af því að þú veist það var valdajafnvægi sem var svo örugt Já, og kannski sérstaklega út af sprengjunni Já, út af sprengjunni En svo náttúrulega líka áhverð að þjóðnefnir Þýskaland Já, við erum búin að tala býsna lengi þetta en við ætlum að nefna þá dæmið órökrétta valda ákvarðanir Já, ég vil heyra fleiri dæmi að þá einmitt til dæmis dæmi flota taktík Þýskalands fyrir heimstyrjöld svo ákvörðun að þýska keisaraveldið ákvörður að gerast flotaveldi og byggja upp sterkan flota það var órökrétt ákvörðun ok, og hvaða rökur fyrir því það voru ekki neina sannfærandi kenningar sem lágu fyrir því að það veri skynsamlegt Tirpitz hélt á lofti hugmynd risk theory kallar hann þetta það sem hann hélt í fram að Þýskaland þyrfti ekki að byggja stærri flota eða öflugari flota en Bretland þeir þyrfti ekki að geta sigra breska flotan það væri nóg fyrir Þýskaland að byggja nógu öflugan flota þannig að Þýskaland væri ógn við Bretland sem myndi að leiða til þess að Bretland myndi ekki þora að fara í stríð við þá það náttúrulega algjört kjaftaði því það sem hann gerði sig ekki grein fyrir var að öll öryggistefna Breta byggðist á því að vera stærsta flotaveldið og venjulega og þjónputareglana venjulega að breski floti þurfti að vera öflugari en næstu tveir eða stærri en næstu tveir flotar saman vegna þess að Bretland náttúrulega eiga ef þú hefur yfirráðið yfir hafinu þá ekkert að ráðast á eiguna þú ert að flytja inn mikið af matnum og hinum og þessum vörum verslunin og auður eigunar þetta háður sjóverslun þannig að þetta er algjör drugl og það sem að þetta leiddi þá til var að Bretar þurftu þó að byggja upp ennþá öflugari flota og það var einhver samkeppni sem Þýskaland gat aldrei unnið vegna þess að Þýskaland gat aldrei orðið samkeppnishæft hvað það varðaði vegna þess að Bretarnir náttúrulega bæði voru með það rótgróna flota hefð mikið að skipasmíðastöðum hefðu náttúrulega líka heimsveldið með flotastöða hér og þar sem Þýskaland hefði þetta ekki og ennfremur var náttúrulega Þýskaland þurfti á sama tíma sem ætla að byggja upp öflugan flota þurfti líka að byggja upp nógu öflugan landher til þess að geta varist bæði Rússum og Frökkum þannig að það var enga veginn skynsamlegt að fá Bretarna svona upp á móti sig en þetta sjáum við það sem fyrst og fremst leiddi til þess að Bretar urðu virkari í þessu þriggjaríkja bandalagi við Rússaland og Frakka það var flotaóknin frá Þýskalandi ennfremur Tirpitz við hverja talaðan engan, hann talaði bara við jámenn hann var bara með jámenn í kringu sig þannig að hann var ekki með þessa ígrunduðu ákvarðanatöku sem þá eitt af þessum tveimur grundvallar atriðum sem verður að liggja fyrir þannig að þú getur sagt að ákvarðanatökan hafi verið skynsamleg það var bara jámenn í kringum hann og svo, Vilhjálmur keisari sem hann náði að sannfæra en hann var ekki með stjórnmálamennina með sér eða aðra raddir í flótamálaráðuneytinu eða hvað það var og vel að merkja þá líka mikilvægt að halda því til haga að Þýskaland var lýðræðisríki fyrir heimstyrjöld þetta var ekki eitthvað fullkomin lýðræði og það var með keisara sem hefði heilmikil völd og allt slíkt en það er algjör áróður og ránt að halda því fram að Þýskaland hafi verið algjört einræðisríki fyrir heimstyrjöld en það er líka gott dæmi það er ránt hjá þessum frjálshyggjumönnum að halda því fram að lýðræðisríki fari ekki í stríði hvort annað Nei. Við höfum alveg söguleg dæmi þess til dæmis fyrir heimstyrjöldina sem Þýskaland var lýðræðisríki við höfum til dæmis Bandaríkin og Bretland sem dæmi stríðið 1812 Við höfum nú líka sjálfstæði Noregs 1905 það braust ekki út stríð en það er svona síðasta skipti sem Norðurlanda þjóðurnar voru nálægt að fara í stríð við hvora aðra það sem að sænski herinn var virkjaður og blikur á lofti Einmitt þetta með democratic hvað heitir þetta aftur á ensku democratic peace theory sem er einmitt þetta sem þú ert að segja og það auðvitað kemur alveg inn í end of history og allt þetta auðvitað getur þú sagt það að
lýðræðisríki eru sko ólíklegri til þess að fara í stríð við hvort annað heldur en önnur þó ekki væri nema fyrir það eru með svipað kannski svona svipaðan hugsunarhátt og það meira gagnsæi á milli þeirra og þar leiðandi er óöryggið minna af því að eins og við vorum að tala áðan í frumskóra ástandinu þú veist aldrei nákvæmlega hvað náunginn er að fara að gera Nei. En ef þú þekkir hann bara alveg svo til dæmis ímyndaði frumskóra ástand einn ættbálkurinn sko talar annað tungumál miklu meiri líkur á stríði Algjörlega. heldur en ef þið tala sama tungumál og geta þú veist haft reglulega samskipti og skilið hvern annan það útilokar ekki stríð á milli ættbálkana Nei. en það minnkar verulega líkurnar á stríði Já, algjörlega. Ég er sammála því. þannig að svona hlutir eins og sko hugmyndafræði trúabrögð, menning gildi efnaðarslegi þættir veist, þetta er allt þættir sem að spila inn í eins og þú sagðir áðan Já. þú alls ekki að kasta þess út á borðinu Nei, alls ekki. þetta eru mikilvægi þættir en svona when push comes to shove sko, þá er það öryggishagsmunirnir sem gilda þannig að þú getur sagt að það er ákveðin búbla í heiminum sem er samanstendur af frjálslundum lýðræðisríkjum og það er lítið af stríðum inn í þeim en það er mikið af stríðum utan við búbluna og frá búblunni og við önnur ríki sem eru utan við búbluna kannski við erum mjög mikið af stríðum en síðan getur aftur á móti líka sagt að inn í þessari búblu þar ertu með ákveði yfirvald sem er the United States of America and the leader of the free world Nákvæmlega sem passar upp á öryggið inn í búblunni sko. Við gera það Þess vegna er svo grunnsamlegt þegar hann er farin ekkert út að skýta þessu núna Já og það er náttúrulega líka efnátt í heilan þátt að það er náttúrulega svo flóknir allir hagsmunir sem eru á baku við þetta Íransstríð og mikið af því náttúrulega ekki talað í fjölmiðlum almennilega En kanntu nefna þeir félagar Mirsamer og Rosato einhver önnur söguleg dæmi kannski eldri kanntu einhver eldri dæmi þetta Nei, þeir eru fyrst og fremst að horfa á 20-stöldina til dæmis hann nefnir fleiri dæmi hann nefnir til dæmis það ákvörðun Breta byggja ekki upp landher á 4. áratugnum það hafi verið óskynsamlega ákvörðun Já Það er auðvitað líka sko já, hann náttúrulega auðvitað Mirsamer sko, hann náttúrulega er eins og þú komst að hérna alveg í byrjuninni þetta með defensive og offensive realism, þetta eru undirgreinar í þessum skóla og þú getur sagt að þetta eru sko undirgreinar í undirgrein þú veist, ég skil þetta sko raunsæi stefna skilur, það er eitt stórt reglífur hugtak yfir þennan hugsunarhátt ríkið er efst anarki og séu bara valda jafnvægi á milli þeirra og allt það og það er öryggishagsmunir eða frumskóla lögmáli sem gildir klassískur raunsæis sinnarnir þeir byggja þetta á mannlegu eðli eins og við töluðum á hann þú getið þessu Hobbes og Machiavelli og þú veist þessi gaurar síðan kemur sko þessi neorealismi nýraunsæi stefna, það er líka verið kallað structural realism sem að kemur með honum hvað heit hann, Kenneth Walls var ekki hann sem að setti það á koppinn nú er ekki ég stjórnmálafræðimenntar en ég ætla ekki að þykjast vera með allt saman á hreinu svo sem menn geta kynnt sér þetta en það er svona þetta nýraunsæi og þá er þeir meira sko að þú veist þeir ganga út frá sömu forsendunum en það er ekki byggt á mannlegu eðli heldur er það byggt á strúktúrnum í alþjóðakerfinu það er að segja, alþjóðakerfið er byggt upp anarkíst og þess vegna hegða ríkin sér svona ekki af því að manneskjan er spilt í grundvallaratriðum skilur hvað ég meina og Mirsamer er ángi af þessu nýraunsæi og það splitta síðan aftur upp í offensive og defensive sem er ykkur svona mismunandi skólar þannig að þess vegna kannski það ástæðin fyrir því að þeir hafa verið að fókusera einmitt kannski á nýrri dæmi af því að þeir En samt tekur hann fram í bókinni sín líka sem ég held að hafa í huga það eru þetta einstaklingarnir sem eru að taka ákvarðanirnar og struktúrun þá er þá líka sköpur einstaklingana og þannig struktúrun þá af hverju hann eins og hann getur þá líka rakið aftur til mannlegs eðlis
En, jú, eitthvað smá, jú. Já, við struktúrin Jú, ég meina allt þetta mannanna verk Einmitt, allt þetta mannanna verk. En sér líka áverð að hann nefnir líka Íraksstríðið 2003 og þeir dæma það einmitt sem óskynsamlegt. Það hafi verið óskynsamlega ákvörðun að taka þar. Og þá til dæmis færa rauk fyrir því til dæmis að eina hugmyndunum sem lá á bakvið það, því þú ert búin að tala líka hugmyndafræðina, og þá heldu menn því á lofti og sjálfsagt hafa að þeir trúaði líka að það væri hægt að byggja upp lýðræðisríki í Írak og ennfremur var svona domino hugmynd þú ræðst inn í Írak og byggir upp lýðræðisríki þar og þá mun það leiðast til þess að innræði hjá honum Assad í Sýrlandi mun falla og verður lýðræðisríki þar og svo mun lýðræði dreifa sig kannski til Kuwait og Sádi-Arabi og Íran og eitthvað svona, verður svona domino effekt sem það var algjör þvættingur og það engin rök fyrir því ég held að Bandaríkjunum hefur tekist að koma á lýðræði í einu ríki og það Panama sem þeir hafa sett ráðist inn í og komið á lýðræði svo þetta einhverjum í hug hvað með Þýskaland og Japan ég myndi segja nei því Þýskaland og Japan voru lýðræðisríki áður Já, höfðu lýðræðishefð þannig að það sem gerðist var einfallega að einræðisríkin voru síðan, einræði var slegið út og síðan var endurbyggt bara lýðræði sem var þarna áður fyrir. Þannig að þú veist, það var hellingsefni við sem hægt var að vinna með. Þýskaland, þú veist, með Weimarlýðveldið og þú varst með sósíaldemókrata og kostningar og kostningarétt og þing og slíkt út í Þýskalandi fyrir Vilhjálm keisara alltaf. Já, þetta snýst þetta þann pólitíska kultúr sem í landinu og honum verður ekkert komið á einni nóttu. Nei, það ekki efni viður að vinna með. Já, lýðræði er fjöldaþáttaka skilur hvað ég meina ég var einmitt gaman að segja frá því ég var í heimsókn í Haag núna fyrir nokkurum vikum síðan í Hollandi og þar heimsóttu við einmitt svona hvað heitir það hérna þetta eitthvað svona lýðræðis miðstöð ykkur þess að þeir eru að kenna lýðræðis þáttöku í lýðræðis samfélagi svo leysi í skólum og svona og þarna var ég með öðru fólki sem að vinna svolítið í þessum bransa ég náttúrulega ekki að vinna í þessum bransa ég var þarna í þessum hóp og þú veist og þau byrjuðu mitt á því að segja frá því sko þú veist ég byrja að spyrja þú veist hvað finnst ykkur lýðræðislega meðvitund í ykkar heimalandi og það ekkert sjálfgefið vegna þess að sko það eitthvað sem að þú veist það eitthvað sem að við erum alin upp ég sagði þetta í mínu heimalandi eða þú veist það í okkar heimsluta vil ég meina lýðræðislega meðvitund sem mjög sterk vegna þess að við erum alin upp við það alveg frá þú veist blautu barspinn einhvern veginn að það sé að það sé opið samfélag þú átt að segja það finnst þú átt að taka þátt og svo framvegis og þessi kennarar þarna sem ég var með sem eru meira inn í þessum málum þau voru kannski ekki alveg sammála því en það önnur saga svo sem en ímyndaður að þú ferði yfir í samfélag sem engin lýðræðis ef það ekki hefð fyrir því að segja þína skoðun og taka þátt þá getur ekkert komið á svona kerfi á einum degi Nei. Þú veist, sambar þessu í Rússlandi þú veist, þar var þetta þannig að öll þessi kynslóð á tímum kommunismans elst upp í samfélagi þar sem þú veist, þú átt ekki að hafa skoðun skilur, þú átt ekki að taka þátt og þú veist, annarkvort kerfiskall apparatchik skiluru eða þú ert stjórnarandstæðingur sem er þú veist dissident sem að brjóta gegn og síðan massin í miðjunni sem bara ég hef ekki skoðun á þessu ég ópólitískur skilur hvað ég meina já. En ég man ekki okkur fórum að tala um þetta að þú getur ekki bara byggt upp lýðræði eins og þeir heldur að þeir getur bara byggt upp lýðræði í Írak fyrir ekki þeir en út já þannig að enda alltaf það sem kom síðan í ljós og ennfremur alltaf ákvörðantakan líka var ekki ígrundið menn vissi ekkert okkur að ráðast inn í Írak það var ákveð að ráðast inn í Írak og hersöðingjar og topp stjórnmálamenn í Bandaríkjunum vissi ekkert af hverju en myndi ekki realistar samt geta sagt til dæmis að Bandaríkjamenn hafi þurft að viðhalda sínu hegemóni með þessu að ógna hinnum upprennandi stórveldum Rússland og Kína með sína hvað það getur gert en Írak hafði engin áhrif á það og þetta náttúrulega Sovétríkin fallin þannig að jú þú hefur getað fært rök fyrir því að Bandaríkin ákveða að verða þessi hegemón og nýta þetta unipolar
aðstæður þar sem að þóst Bandaríkin var eini póllinn var alls ráðandi þannig séð að þá reynaðir að forma heiminn eins og að gátu þá var það náttúrulega voru freistandi en það síðan náttúrulega mótir þetta önnur bók sem Mírsæmur hefur skrifað sem fjallar það af hverju þetta mistókst og við sjáum nú afleiðingar af þessari tilraun sem nú einmitt Úkraínustríðið og Íransstríðið og það að Rússland, Íran og Kína eru stöðugt að vinna meira og meira saman ríki sem eru engan veginn náttúrulega bandamenn sem ég sagði hérna áður fyrr Rússar og Kínverjar hafa náttúrulega verið andstæðingar í mörg hundruð ár og mikil spenna þar á milli og eins Íran og Rússar eru engin bandamenn þeir eru ekki neina hernaðarbandalagi og Íran vill það ekki en það hafa Íranir verið mjög hrættir fyrir Rússa yfir lengri tíma þetta var norðurhluti Írans náttúrulega hernuminn af Stalin í seinni heimsstyrjöld og Stalin fór ekki út fyrir en eftir að Bandaríkjamenn hótuðu honum þannig að Íranir vilja alls ekkert vera ofháðir Rússum en óvinnur minn sé vinur minn Jú og þá náttúrulega sjáum við þá þess vegna það að myndast þessi bandalög Já og þarna sjáum við aftur þessa raunsæðishyggju og hvað áhrif hún hefur og náttúrulega svona unholy alliance eins og á milli Bandaríkjanna og Kína í kalda stríðinu og milli Rússa og Þjóðverja Molotov-Ribbentrop og svona þetta eru svona hagsmuna samtök alveg bláköld realpolitík og svo náttúrulega getur alveg nefnt það hérna líka þegar við erum búin að tala Mírsæmur það sem hann hefur náttúrulega skrifað kallin náttúrulega efni í marga þætti og allir eitt þáttur sem við getum tekið fyrir þetta væri þetta fyrirbrigði þessi staða Bandaríkjamanna á 10. áratugnum þar sem að það engin raunveruleg andstaða og hvernig Bandaríkjaman reyna síðan að mynda eða breyta heiminum og forma heiminn meira í sinni ímynd það er náttúrulega eitt annað náttúrulega auðvitað sem við höfum þetta talað sem náttúrulega sambandi við Ísrael sem náttúrulega einstakt í mannkynssögunni og það náttúrulega megin ástæði fyrir stríðinu í Íran það Ísrael og samband Ísraels og Bandaríkjanna Já og svo náttúrulega líka bókinast náttúrulega stórvelda pólitík og hvað hann skrifa þar þegar náttúrulega svo bók náttúrulega kannski myndi ég allan að segja að væri besta bókin sem fjallar stórvelda pólitík, punktur Hvað sagði hún hétt aftur? The Tragedy of Great Power Politics Great Power Politics, já, hún lesa hana Já, þetta mjög áhugavert Fjórða náttúrulega náttúrulega Úkraínustríðið og upprunni þess náttúrulega sem mjög flókin og með datt allir huga þú að tala orðaræðu og sögurnar sem búna til fyrir eitthvað sem að hlusta það var mjög áhugavert efni í doktorsritgerð að bera saman orðræðinu Úkraínu fyrir Úkraínustríðið og eftir Úkraínustríðið ef við myndum taka til dæmis fyrstu 5 ár fyrir Úkraínustríð og svo núna við erum í 5. árinu núna í stríðinu ef við myndum bera þetta saman með 10 ára tímabil það væri mjög áhugavert það voru mikla sviptingar það gjörbreytist öll orðræða og sín okkar á Úkraínu en það auðvitað því að eins og margir segja skilur að við erum í stríði í rauninni þú veist, við erum kannski ekki í hefðbundnu stríði en við erum í ákveðnu stríði við Rússa við erum það og þess vegna náttúrulega ef þú ert að tala gegn stríðsrekstrinum eins og Mírsæmur að gera og eins og ég sagði hann, það ekki ég túlka það alls ekki þannig að hann hafi neitt pólitískt markmið með því, það bara fræðimanns sklerugu sem hann með og hann náttúrulega innblínir óalega mikið á þessa kenningu sína og sér heiminn alveg bara út frá henni og það finnst mér auðvitað alltaf svolítið svona, ég alltaf svolítið erfitt með að hengja með okkur eitt mér finnst realismin mjög flott greiningatæki en ég myndi finnast mjög erfitt allmis hengja mig bara á það mér finnst líka marxismin mjög góð greiningatæki, ég myndi aldrei hengja mig bara á hann og aftur idealismin eða frjálshyggjan líka mikilvæg en það margir myndi segja að það væri barnalegt að hengja sig bara á það en já, þú veist, þannig að þess vegna verður óvinsælt að tala eins og hann að tala því það svartsýnt og það raunsætt það viljum ekki orða þá sérstaklega heim með tilfinningana það sem, algjörlega en það auðvitað þess að segir nú erum við búin að tala með raunsæstefnuna hinn stóri skólinn í alþjóða stjórnmálafræði þess að ég skilða frjálshyggjan
já. í svona vestrænni alþjóða stjórnmálafræði og það verður auðvitað að taka alveg heilan þátt Algjörlega. að tala það og það er auðvitað skóli sem á sér líka rætur í sögulega rætur og á sína postula og ekki bara pólitík og svo heldur auðvitað teoretikara líka Já. Einmitt. Nei, það er auðvitað að tala meira þessi dæmi sem þeir taka og svona ákvarðanir sem ríki hafa tekið og stríð og slíkt en allar, við erum búin svona að drepa á því mikilvægasta og jú, það hefur verið gaman þeir hugsa að taka Barbarossa líka á ákvarðantökunum þar en það er náttúrulega að taka svona setna fyrir eða hvað það er en fer þetta ekki svona að vera komið gott hjá okkur við erum að tala svolítið lengi Jú, það fer að vera komið gott við erum svo kýrað vori hlaðarpið sögurskóður er komið saman aftur og við erum tilbúinir að tala hér, heyrum við við segjum þetta þá gott hér af þættinum í dag við ætlum að fara aðeins aftur í tíman í næsta þætti, aðeins lengra aftur í tíman það verður spennandi að sjá hvað það verður stay tuned Já minnum hlustundur á vefsíðu þáttarins sögurskoðun.com við minnum hlustundur einnig á Facebook síðu þáttarins og netfang þáttarins er sögurskoðun@gmail.com að því sögðu þá þökkum við fyrir okkur hér í dag í hlaðarpinu Sögurskoðun og sjáumst fjallræs í næsta þætti verið þið sæl